Jæja, Jóhanna Ösp Einarsdóttir frá Fremri Gufudal og Steinþór Logi Arnarsson frá Stórholti, velkomin aftur í sama viðtalið. Takk fyrir. Gaman að fá ykkur. Ég veit sko ekki neitt landbúnað, þannig ég alveg smá forvitin. En þú borðar mat? Ég borða mat og ég borða sko allt. Ég ekki vegan eða eitthvað svona, en ég reyna að borða hreint, fattiði mig. Ekki svona e-efni og eitthvað, ég veit ekki hvernig það í sveitinni. Sko, mér langar smá að spyrja, og til nú þið svolítið á sikkur hliðinni. Þú vilt fá að sjá samningin sem við getum gert við Evrópusambandið og þú vilt það ekki. Ekkert endilega. Ekkert endilega. Af hverju eru það þeirri skoðun? Bara þú mátt byrja, frú. Þakkaði fyrir. Ég vil fá að sjá vegna þess að nú ég búin að vera starfandi í landbúnaði frá 2009 og það ekki eins og landbúnaðurinn blómstri á Íslandi. Búum fækkar, bændum fækkar, ég hef ekki farið í að reikna tímakaup af því að ég hef grunum að ég sé á launum eins og vinnuskólanemandi. Þannig að ég þori því bara ekki að fara að reikna tímakaupið mitt í landbúnaði. Ef við náum því. Þannig að ég held að það sé ofsalega mikilvægt að horfa á tækifæri sem að gætu falist í aðildarviðræðum eða verkfærum sem við gætum þá notað ef það kæmi nei í síðari þjóðaratkvæðagreiðslunni, að þá gætum við samt eitthvað lært á ferlinu. En þitt take? Sko, mitt take á þetta, það svolítið það að Evrópusambandið náttúrulega bara risastórt unit sem að við vitum hvernig virkar í dag og ef að við ætlum að ganga að því og vera með, að þá auðvitað gerum við samning og þá hann einhvern veginn. Síðan náttúrulega heldur Evrópusambandið alltaf að þróast og breytast og allt í því, þú veist, þannig að leið að við erum komin í bátinn að þá erum við bara þar og lútum ákvörðun þeirra þótt að við höfum eitthvað smárötti því en varðandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna þá horfi ég svolítið á þetta þannig að ég ekki á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, alls ekki, minnst frábært að fá tækifæri til að tala þetta og fá að greiða atkvæði og að þjóðin fá að gera það, minnst það frábært. Ég horfi svolítið í líkurnar á því hversu líklegt að við göngum inn í Evrópusambandið. Mín tilfinning svo að það sé ólíklegt. Þótt að eins og kannanir eru núna þegar eru gerðar hver næsta þjóðaratkvæðagreiðsla eða þessi núna í ágúst fari að það sé kannski 50-50, falli öðru hvorum megin. Ok, þá ef að við förum í það að gera samning og þá tekur það tíma. Þannig að sko fyrir mig sem ungan bónda og þá sem ég forsvari fyrir og svo sem bara bændur alla að þá það dýru verið keypt þótt að eins og ég segi og ég ætla bara að segja það með það tímabil bursi frá inngöngu í Evrópusambandið þá það mjög dýru verið keypt að vita ekki hvað framtíðin ber í skauti sér af því að þetta eru grundvallar breytingar á starfsskilyrðum í landbúnaði og þá svo erfitt fyrir fólk bara að taka ákvarðanir í sínu rekstri sem við gerum oft á dag og bara alla dag og við erum alltaf að taka ákvarðanir og sumar litlar sem að skipta miklu máli til lengri tíma af því að landbúnaður svona hægfara svolítið, hlutin eru lengi að koma tilbaka en síðan líka og ennþá frekar stærri ákvarðanir eins og stórar fjárfestingar í mannvirkjum, í ræktun sem að eru svo mikilvægar að því að við erum, landbúnaðurinn á Íslandi þótt að það með margt verið betra, þá hann samt alveg á flegi ferð á hverjum degi, fólk eru að fjárfesta og taka við búum, bara það að taka við búi þegar að þú veist ekki hvað gerist eftir 2 ár, kannski eru að fara í Evrópusambandi, kannski ekki, þetta verða alltaf grundvallar breytingar. Já. Hins vegar ekki verið að taka þessar ákvarðanir fjárfestingar heldur í dag vegna þess að bændur eru að halda sér höndunum síðan ég byrjaði þá keyri ég framhjá á leiðinni til Reykjavíkur einu búi í Dölunum en í byggingu og svo sem þekki ég ekki Borgarfirðinum en á okkar svæði það ekkert mikið nýbyggingar eða stóra framkvæmdir þar sem fólk virkilega fjárfestað í greininni að það að halda sér höndunum og þorir ekki að fara í fjárfestingar nú þegar. Já, það en ekki smá gali að fara að fjárfesta í einhverju sem þú ert svo bara að fá laun bara eins og úlingur í vinnu? Jú, nefnilega. Já, period.
En stundum það eina leiðin, ef að við ætlum að stunda landbúnað þá verðum við að fjárfesta í hann og það svo sem, ég meina, ungir bændur kynslóðskipti í landbúnað á hverju ári eru 5 milljarðar fjárfestingarnar sem ungt fólk er að leggja veði og það náttúrulega allt undir í því, það er heimili fólks og allt þetta þegar að því kemur, þannig að það er mikið í húfi en ég fellst samt alveg á það ef að þjóðin vill gangi í Evrópusambandið, þá bara förum við þá vegferð og reynum að gera það best úr því. Þið myndu ekki hætta sem bóndar þá? Nei, ég meina það náttúrulega bara ákveðna sem hver tekur fyrir sig. En við vitum það kannski ekki fyrir raunveruleikin blasir við. Sko, ég held að sé alveg jafn miklar líkur á því að maður hætti í landbúnaði hvort sem að maður fer í Evrópusambandið eða ekki, sko. Að þeir sem eru eftir í stjettinni, það eru þessi sem eru allra þrjóskastir og neita að fara þarna af bæjunum sínum. Hversu mikilvæg myndi telja landbúnaðin fyrir Ísland? Mjög mikilvægan, sérstaklega sem byggðasjónamið, bara byggðamál. Einhverjir bændur eru líka með ferðaþjónustu á bæjunum sínum. Það ekkert skemmtilegt fyrir til dæmis ferðafólk að keyra í gegnum heilu sveitirnar og það enga þjónustu fá, það engin ljóskveikt, bara ef þú sprengir dekk og það kannski 40 kilometrar á næsta bæ til að labba eftir aðstóð. Ef við tölum bara hérna eins og í myndi deyja á Barðast, í Múlasveitinni, það sem engin byggð og þú sprengir dekk þar, lítið símasamband, hvað ætlar að gera? Þannig að við þurfum að halda landsbyggðinni bara í byggð út um allt. Hvort það sé landbúnaður á öllum bæjum eða einhverjir að framleiða listaverk eða rithöfundar eða eitthvað skiptir kannski ekki öllu máli, en fyrir landbúnað skiptir líka máli að það sé búið út um allt. Algjörlega. Þetta alveg hryggjast ekki í mörgum samfélögum. En líka finnst mér landbúnaður vera svo mikið svar við mörgum af stórum viðfangsefnum sem að blasa við okkur bara, blasa við heiminum. Að náttúrulega alltaf svona öryggismál sem við verðum að tala um. Þá náttúrulega ákveð öryggi því að við séum að framleiða það sem við getum og gerum það og þessi byggðavinkill og líka bara bændur búa um all land, búa vel um landið eins og þeir geta. Umhverfismál eru stórir póstar í samtíma okkar. Þannig að þurfið þið að fara eftir miklum svona umhverfislögum sem bændur, eitthvað svona passa því megi ekki gera þetta og eitthvað svona menga og eitthvað svona. Þú þarft að fá framkvæmdaleyfi og alls konar frá sveitafélaginu ef þú ætlar að fara að þurrka upp tún og það í raun og veru bara í aðalskipulagi sveitafélagana sem að setur þér skorður og landsskipulagstefnu sem að lætur þig passa upp á náttúruna og það skiptir kannski ekki máli hvort þú ert í landbúnaði eða einhverjum öðrum rekstri á bílinu þínu að það eru ákveðnar skorður settar. Þetta er ekki alveg vilt að vestrið. Trúið þið því að matvöru, verð muni lækka ef við myndum gangin í Evrópusambandið? Við rættum þetta aðeins í hinu viðtalinu og við rættum það er svo margir þættir sem spila þarna inni. Milliliðirnir, leiguverð á verslunum, þannig að það ekkert alveg 100% í hendi að matvöruverð lækki ef við göngum inn í Evrópusambandið. Nei, náttúrulega það er svo margt sem að gerist áður en að matvælinu þegar þú kaupir út í búð eða veitingastað, það er náttúrulega ennþá fleiri hendur þar og það er náttúrulega líka spilar bara launakostnaður mjög mikið að við erum með há laun og mikinn kaupmátt og þar á leiðandi verða þá líka allt sem við búum til dýrara fyrir vikið. Þess vegna eins og hefur verið reynt að benda á núna því að þessi umræða matvælaverð hefur náttúrulega verið út kvippin og kvappin og stundum á báða bóa bara ekki góð og ekki rétt að við erum alveg á pari við önnur lönd sem hlutfall af okkar ástæðantekin sem við verjum til matvælakaupa en auðvitað dýrara að versla mat hér en víðast hvar annars. En getið þið sagt mér sem bændur af hverju það ódýrar fyrir mig að kaupa lauk frá Hollandi heldur en bara íslensk grænmeti? Ef veit ekki hvað við, það ódýrar að kaupa útlensk grænmeti heldur en íslenskt. Því að við erum ekki með kjör aðstæður í vaxtaskilyrði fyrir grænmetið. Við þurfum að rækta það. Hreina vatnið kjör aðstæður. Já, en við þurfum samt að rækta það innan dyra. Þannig að það þarf að vera inn í húsnæði og þú þarft rafmagn til þess að hita upp gróðurhúsin. Þannig að það dýrara að framleiða það.
Fannstu eitthvað þar íslenska lauk? Eða hvernig lauk? Örugglega ekki. Ég bara hef hugsað oft, þú veist, að ég að borga eitthvað sem útlenskt og það ódýrara, þú veist, tómatar og eitthvað svona. Okay. Tók bara lauk sem dæmi. Já, ég hef aldrei pælt hvernig ég að borða lauk. Ég held að við séum ekki að framleiða lauk til dæmis. No. En það ekki tollar á honum. En við erum að framleiða hvítlauk. Já. Ok, period. Til dæmis. Hafið þið áhyggjur af því ef við myndum ganga inn í Evrópusambandið að þá myndi koma mikil samkeppni á milli, þú veist, bara landbúnaðar, þú veist, á milli landa. Myndi það hafa einhver áhrif á Ísland? Fattu ég hvað ég við? Ertu að meina bara frjálsmarkaður? Já, örugglega. Á milli bænda? Já, bara þú veist. Það meina bara íslenski bændur annars vegar og svo einhverjir á Spáni hins vegar. Já. Það er náttúrulega stóra málið í þessu. Já. Það er það sem bændur hafa áhyggjur af. Tækifæri í því á vissulega líka fyrir okkur að koma vörun okkar á markað. En við verðum alltaf eigi áfram, sko. Og við verðum alltaf bundið því að við viljum vera örugg þegar kemur að fæðu öruggi þjóðarinnar. Og landbúnað að stefna Evrópusambandsins gengur kannski svolítið út á það að geta brauðfætt Evrópu og það breytist ekkert á Íslandi. Við þurfum áfram að geta brauðfætt okkar þjóð og ég treysti neytendanum. Íslendingar ekkert vitlausir og þeir vita mikilvægi þess og þeir munu áfram svona allavega reyna að velja íslenskt. Eins og þú talaðir áðan að þú spáir í þessu þegar þú ferð út í búð hvaðan grænmetið þitt kemur. Greinilega. Og en það er náttúrulega, það er samt svona, verður samt að sumuleyti alltaf erfiðara og erfiðara. Af því að við erum sífellt meira að neyta, Íslendingar, neytendur, alltaf að neyta meira í mötuneytum og veitingastöðum, tilbúnum réttum. Þeir eru hættir að taka bara þessa hráu vöru, veist, bara eins nálægt bóndanum að kemst, það sem alveg augljóst hvaðan varan að það verður þetta erfiðara í þessu umhverfi og ef við göngum inn í Evrópusambandið og það mikilvægt í dag að bregðast við þessu, bursið frá því. Já, en verður ennþá mikilvægt að við förum inn í Evrópusambandið af því að það er, ef þú pantar eitthvað veitingastað, þá veist ekki hvaðan það kemur, ef þú spyrð þá færðu svona stundum svör, stundum ekki. Vel aldrei þér á veitingastað. Það mitt málið og líka í mötuneytum. Þetta ótrúlega stór hluti af okkar neyslu sem við erum að flytja ótrúlega mikið inn af mat sem við sjáum aldrei. Við finnum hann ekki út í búð en við erum ekki staðar að borða hann. Já. Ég las einhvers staðar að það væru 40 milljarða evra sem fjárstuðningur landbúnaðar í Evrópusambandinu sem á að dreifast sanngjarnt á milli aðildarríkja og það líka aukinn styrkur til ungna bændna. Vá, hvað ég lélegur að fallbega afsakið. Hvernig finnst ykkur það hljóma? Þessi styrkur sem Evrópusambandið er með. Þeir að færa sér svolítið inn í sjálfbærni, þannig að þú sért að reyna að dreifa áburðinum til dæmis með svona nákvæmari hætti og á sérst að reyna að leita lausnum til þess að finna lífrænan áburð og draga úr mengun og svona, þannig að þetta eyrnamert svolítið í átt að sjálfbærni núna sem að mér finnst alveg gott tækifæri og Evrópa vill sjá landbúnað í öllum sínum ríkjum eða löndum og það sem að gerist ef að landbúnaður leggst af að þá slokna ljósin í dreifbýlinu að einhverju leyti og það alveg jafn mikið hagsmunamál Evrópu að það sé byggð áfram í Dalabyggð og Reykhólahreppi eins og að það sé byggð í uppsveitum Frakklands. Þannig að þau eru með þetta styrkjakerfi til þess að styðja við þessar dreifðu byggðir og þetta byggðaþróunarmál. Þannig að ég held ekki að það sé að fara að breytast. En þetta styrktarkerfi betra en við erum með hérna heima? Haldið að þið græði meira á því? Hlutfallslega séð stuðningur sem bændur fæ á Evrópu miklu minni en við fáum að meðaltali á Íslandi þegar alltaf tali með. Okay. En hins vegar þá gæti komið inn sem að Svíar og Finnar fengu 1995 sem heitir 140. og önnur grein sem að haldið nei það landbúnaður norðar en 60. og önnur breiddargráða. Þannig heimskauta landbúnaður. Þá fá sem sagt ríkin, þess að væri þá vonandi Ísland,
Norður Svíþjóð og Norður Finnland meiga styrkja landbúnaðinn sinn áfram svona í ríkistuðningi Ok. sem að gæti þá komið inn svona sambærilegum tekjum frá ríki. Ok. Það veit ekkert að því sko, að því að ESB er svona á löngu tímabili hefur það svo sem dregið saman og það hefur ekki haldist í við mannfjölda þróun, það sem eru fleiri og fleiri að borða hverjum degi, að þá hafa samt þessi fjárstuðningur til bænda hefur dregist saman og ef að verður eins og stemt að núna í Evrópu að þá mun að dragast ennþá meira saman. Og þeir setja þetta á, sko, þeir vilja alveg frjálsan markað en setja á þessa undanþágu svona norðarlega vegna þess að þú getur ekki búrið saman einhvern sem býr í svona við kjör ræktunaraðstæður og íslenskan bónda einhvers staðar sem að fær kannski næturfrost í júní og ágúst, þá vaxtatíminn orðinn svo stuttur. Já. Þetta náttúrulega mjög rökrétt á meginlandi Evrópu að vera með þetta kerfi svona. Það sem að þú veist með landamæri þvers og krus og allt liggur saman að fólk bara búi og starfi við sömu aðstæður og sé saman á markaði. Það er no-brainer sko. Já. En henta kannski alveg Íslandi? Já, við þurfum eins og hefur komið fram, við munum þurfa að bregðast sérstaklega við því. Ok. Hvað myndi þið segja að væri kostiðin og gallanir við að flytja lifandi dýr á milli landa? Ef það eru einhverjir kostir þar? Sko við erum náttúrulega að flytja lifandi dýr á milli landa. Við erum að kaupa hunda og ketti og flytja til Íslands, bara til dæmis og gæludýr. En ég meira hugsa svona sveita. Já. Þú veist, ég heldur sér ekki með hvítan Pomeranian út í sveit. Nei, en hins vegar þá erum við samt með þær kröfur að hundur sé í sóttkví í 3 mánuði eða eitthvað að nú tekur við honum. Ok. Þannig að við erum bara eitt að fáum löndum í heiminu sem hefur aldrei verið með hundaæði. En við höfum flutt inn sauðfé og það komið með því sjúkdómar. Og þannig að við höfum brent okkur á því að flytja inn lifandi dýr. Ok. Íslenski hesturinn, þú mátt flytja hann út en þú mátt ekki flytja hann aftur tilbaka. Þannig að ef ég fer og keppi á heimsmeistaramóti sem ekki líklegt en hver veit að þá færi ég með hestin minn út en ég mætti aldrei koma með hann aftur til landsins. Er það ekki smá hrikalegt? Jú. Það er vonandi eitthvað úti sem að auðlega. Já, þá er ég væntanlega búin að selja hann úti og einhver kaupir hann og ég skil hann eftir og fyrir aftur heim. Er það ekki leiðilegt? Er þetta ekki svona hestur sem þú þá búin að vera að æfa ógeðslega lengi og elskar hann og ert svo bara... Jú, örugglega sko. Hlýtur að vera góð hestur. Lendur bara í 5. sæti. Bara mikið neitt og engan hest. En þannig að það Við kannski sjáum aðalega galla í þessu samhengi, við erum sammála það. Já, og ef þú ætlar að keppa með hestiðinn á móti í Evrópu og þú ætlar að fara yfir landamæri eða bara yfir sýslumörk, þá þarf að vera með bólusetningarvottorð og þann þarf að vera búin að fá allar sprauturnar og íslenskir hestar sem þú flytur út þeir fá oft svona sumarexem, þannig að þeir verða veikir. Eða svona þú þarf að passa virkilega vel upp á þá. Hestar sem að fæðast úti eru svo, þú veist þannig að ef hesturinn sem ég flutt út eignast svo fólöld og þau fæðast úti þá eru þau hraustari. Þannig að það eru sjúkdómar úti í Evrópu hjá íslenska hestinum sem eru ekki á Íslandi. Þannig að hann er mjög svona einangraður og verndaður. Og ég myndi vilja passa upp á það. Þannig að ykkur finnst engin kostir við þetta? Ekki þannig séð. Þú veist, auðvitað hefðu við þá aðgangað einhverjum öðrum dýrin sem að myndu kannski henda eitthvað betur í einhverja framleiðslu eða eitthvað þannig. En við höfum hingað til bara haldið okkur við, þú veist, við erum með sérstakka dýrastofna eða sem sagt sérstofna af einmitt hestunum, sauðkindinni, geitinni, íslenska nautgripakynni, þú veist, við erum með þessi einstöku dýrakinn sem að við höfum bara valið okkar að varðveita. Og erum búin að vera einangruð í fleiri 100 ár. Og við erum náttúrulega bara að rækta þessi kyn á fullu. Já, ok. Sko, mér langar að spyrja hans út í hvaða áhrif það myndi mögulega hafa á sko fæðuöryggi þjóðarinnar ef við værum í Evrópusambandinu og það myndi koma stríð. Þú veist, ef við værum myndi það hafa einhver áhrif á landbúnaðinn? Sko, við náttúrulega höfum nú þegar bara á síðustu árum orðið fyrir miklum áhrifum þegar eru stríð af áburðarverðshækkunum og orkukrísum, olíuverðshækkunum sem hefur mikil áhrif á landbúnaðinn og kannski að miklu leyti einmitt ástæðan fyrir því hvað matvælaverð hefur hér hækkað. Það er hluta til út af því.
þannig að því leiti þá hefur það mikil áhrif. Síðan það ef að markaðir eða markaðsleiðir lokast eða þannig og verða viðskiptastríð eins og við búum að tala aðeins hérna á síðustu misserum, að þá náttúrulega hefur þetta mikil áhrif á fæðuöryggi ef að við getum ekki verslað eins mikið með matvæli eins og við erum vön kannski en þá einmitt gegnir innlendur landbúnaður í hvaða landi sem það miklu og mikilvægur hlutverki í því að þjóðin hafi þá aðgang að þeim matvælum. Og eins og staðan núna, þá erum við að framleiða alveg yfirdrifið nóg af svona kjötpróteini, þá fisk og kjöt. Og eigum alveg nóg af því á Íslandi, ef þú ert ekki að meina, ef að landamærin bara lokast og það kemst ekkert inn til Íslands. Já. Við eigum hins vegar langt í land með að framleiða nóg mikið að grænmeti. Þannig að við verðum í landbúnaði að huga að grænmetisframleiðslu og við þurfum að gera það núna, burt sér frá því hvort við förum í Evrópusambandið eða ekki. Því ég held að við séum bara að framleiða einhver 25% af því grænmeti sem við þurfum. Hvað sagðir þú? 25? Já, ég held sér nú yfir 40%. Sem við þurfum? Já. Ávöxtur og grænmeti? Já, ávöxtum og grænmeti. Já, kannski ef við tölum ávöxti með við erum alltaf framlega. Við erum með próteinið. Já. En ekki ávöxt og grænmeti. Kornið erum við bara eiginlega ekki með. Nei, mjög lítið til mannetis. Þannig að við verðum bara að segja bless við brauðið. Ok, það bara fínt. Það svo og laukurinn. Og laukinn. Sko, núna bara aðeins í skemmtilegri spurningar. Hvað uppáhaldssveitadýrið ykkar? Það ekki kindin. Ok, þá tek ég hana. Ég ætla að segja annarkvort hundur eða hestur. Ok, valid. Og þú tekur kindina? Ég tek kindina. Já, okay. Ég á svona love-hate relationship við hana sko. Já, ég veist, ég meina, bestu vinum hans ekki alltaf frábær. Mér okkar líka að spyrja ykkur hvað svona ykkar, hvað maður segja það? Hvað finnst ykkur alvöru feld? Fólk svolítið á móti því? Eru þið bara, þú veist, þú sérstaklega áttu einhvern geðgan pels, við? Nei, ég á ekki geðgan pels, ég sauðfjárbóndi og ekki þeirra, varstu þarna vinnur skólaraunin. En þú veist, ef þú ert að... En ef einhver myndi gefa mér alvöru pels... Já, myndir ég elska það? Jú. Ok, en þú veist, þú ferð með kind í sláturhús og hvað gert við feldin? Þú veist, færð þú ekki að eiga hann? Nei, vegna þess að sláturhúsið tekur inn matinn og gærurnar í flutningskostnað. Hvað meinar? Þannig ég fæ ekki borga fyrir það, ég fæ bara borga fyrir kjötið. Af hverju? Af því að það kostar að flytja lambið frá búinu mínu í sláturhúsið. Já, það svona ógeðslega dýrt? Það dýrt að keyra. Í alvöru? Dýrt að flytja. Þannig að eða verðmætin í innmatnu og gærunum eru kannski ekki þau ekkert rosalega mikið, þú þarft að vinna svolítið ef þú tekur gæruna af lampinu þá þarf að vinna svolítið mikið í sútun og annað en þetta samt mjög kósí að hafa þetta í sófanum sínum. Vá, mér finnst ótrúlega leiðilegt fyrir að heyra það og ég get ekki bara búið til einn feld sko við. Já. Ok, en svo ég eiginlega bara með seinustu spurninguna. Hafið þið lesið Brennunjálssögu og hefur hún hjálpað ykkur í ykkar starfi? Ég hef ekki lesið hana. Ok. Og ég nota mér hana ekki kannski dagstælega en svona í samskiptum við manni minn. Kemur hún þá til... Hefur þú lesið hana? Ég hef þurft að lesa hana. Já. Það var Rick, ég man ekki eftir henni sko. Þú veist, ef hann gengur ekki... Ég tjátt típi 10 hana svolítið. Já, þú veist, hann gengur ekki frá eftir sig, þá segi ég í staðin fyrir ég ætla að launa þér kinnhestin og farið ekki lokkið minn. Þá segi ég eitthvað svona, ég ætla að launa þér skort á frágang og... Ok, ég fíla. Af hverju hefur þú ekki lesið Brennunjálssögu? Ég þarf greiðlega að fara að gera það. Ertu ómenntaður? Fórstu ekki... Jú, ég fór nú í skóla, sko. Þú veist ekki að lesa Brennunjálssögu? Nei, maður sé búin að gleyma því. Nei, ég las bara fullt af okkur öðru, en ekki hana. Þetta hugsa ég líka alla daga þegar ég vakna á bóndabænum mínum og það ástæðan fyrir því ég starfa ennþá í búskap. Og þá hugsa ég eins og Gunnar á Hlíðarenda sagði. Fögur hlíðin og ég fer ekki raskat. Period. Ef ekki bara enda þetta þannig. Jóhanna Ösp og Steinþór Logi, takk æðislega fyrir að koma. Gaman að tala við ykkur. Sömuleiðis.